Elías 5-3 tap gegn Úkraínu, hlýtur væntanlega að vera svekktur. Já, heldur betur, það er hægt að segja það og þetta er hrikalega svekkjandi að fá þessi 5 mörk. Ég veit ekki hvað eru með XG en það getur nú ekki verið hátt, þetta er ekki bestu færin sko, en þetta er boltinn. Ég held að það séu með 0,6 í XG eða svona einhver á svekkelsi. Já, þetta er að sækja bolta 5 sinni netið á heimavelli og þeir eru ekki með mörg skot, þetta er náttúrulega bara, ég sem markmaður, þetta er náttúrulega bara, hrikalega svekkjandi og leiðilegt. Fannst þér eitthvað við þig að sækjast í einhverjum af þessum mörkum? Þetta er, auðvitað horfir maður alltaf tilbaka þegar maður á svona leiki þar sem er ekki mikið að gera og það fara 5 mörk inn og mér finnst, ég á eftir að sjá þetta aftur, það er ekki mörg af þessum mörkum sem ég get gert eitthvað í sko, en jú, auðvitað hefði maður viljað gert betur í skotunum fyrir utan teginn, kannski 15 markinu líka, en þetta er vangaveltur sem maður hefur eftir svona leiki. Þetta er bara eins og þú segir, skrítinn fótboltaleikur, þeir fengu fá færi, skora samt 5 við samt meira með boltan, svona hvernig horfir þau bara á þetta svona eftirleik? Mjög skrítið, þetta er bara, eins og þú segir, þetta er bara eitthvað sem á ekkert að gerast heima að fá þessi 5 mörk, en eins og þú segir, mjög skrítið leikur og í leik sem að manni líður eins og við höfum stjórnina á leiknum og að fá þessi 5 mörk ekki góð tilfinning. En bara þú sem markmaður, mér fannst varnarmennirnir hleypa svona full auðveldlega í skoti, hvernig var tilfinningin þín í markinu? Já, það er alltaf, ég aftur að sjá þetta aftur, þetta er erfitt, þetta er hraður leikur og það er ekki hægt að, ég get ekki séð hvað er að gerast, ég get ekki sagt þér hvað var akkurat sem var ekki í lagi, en þetta er sjálfsögðsvekkjandi. Tap setur okkur í ansi erfiða stöðu, þurfum bara að ná stigi gegn Frakklandi eða vinna út í Úkraínu. Já, þetta er bara, það er bara staðan, við þurfum bara að fara að ná í stig, saman hvernig ekki það, við 2 dagar á milli núna og við þurfum bara að gera allt til að laga sem við erum að laga fyrir mann. Takk hérna.